Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í umræðu mjög merkilega og sérstæða umsókn ríkisborgararétt, umsókn til Alþingis og hjá okkur á línunni kominn Nathan Holmes King sem forritari og gagnar sérfræðingur. Já. Blessaður og sæll. Bara Nathan Háká. Já, þú mátt kalla mig Nathan Háká. Nathan Háká, já. Já, Nathan náttúrulega íslenska nafnið, ekki Nathan neitt. Já, mér langar að einfalda fram burð og stafsetningu fyrir aðra. Ok, þá byrja ég bara upp á nýtt og segi, vertu velkomin hingað að Rauða borðinu Nathan Háká. Já. Og ég sá sko á YouTube, þá setturðu sem sagt, ertu eiginlega mælirðu fram bréf til Alþingis þar sem þú útskýrir eiginlega af hverju þú vilt sækja íslenskan ríkisborgararétt og svo útskýrir líka fyrir okkur öðrum hvers vegna það hefur reynst erfitt. En getur útskýrt kannski núna fyrir okkur hlustendum og áhorfendum á Samstöðinni hvers vegna fyrsta lagi þú tala svona góð íslensku? Já, sko, ég lærði íslensku bara yfir netið, yfir Wikipedia og RÚV. Já, því ég ákvað fyrir nokkrum árum að flytja til Íslands og ég byrjaði bara strax að læra tungumálið. Já, og gerður þetta bara, ertu tungumála séni svona, talar fleiri tungumál? Nei, ég ekki fær í öðrum tungumálum, en já, mér finnst, ég held að ég sé bara náttúrulega fær í máltöku og ef ég vildi læra annað tungumál, ég gæti það einfaldlega, en ég bara búin að einbeita mér á íslensku. Og hvernig kom það til? Hvernig, hvers vegna valdur íslensku og það vilja koma og búa og starfa á Íslandi? Já, sko, bara því fyrsta lagi það ekki margt fólk á Íslandi. Já, Reykjavík ekki mjög þétt eins og borgir í öðrum löndum og já, það líka hitastigið, hitastigið lágt og það alls ekki mikil sveifla bara yfir daginn og líka yfir árið og já, og hérna þar sem ég bý það getur verið 35 í hitabylgjum og mér finnst það alveg óþægilegt. Þannig að Ísland svona, mjög upplagt fyrir þig til þess að það gott starfsumhverfi þar sem þú getur einbeitt þér og starfað. Og þú sérfræðingur það ekki forritun og svona flókinni gagnavinnslu, sem að ætti að vera mikil eftirspurn eftir á Íslandi. Það ætti að vera auðvelt, það ekki fyrir þig að fá vinnu bara hvar sem í heiminum? Já, það á að vera einfalt, en vandamálið við að fá starf á Íslandi svo, hvað ég held að fyrirtæki sjá að ég þarf atvinnuleyfi til að koma og þau munu þurfa að sannfæra að þau get ekki ráðið neitt á Íslandi eða í Evrópusambandinu eða Schengen og þau bara setja umsóknina mína í ruslið. Já, ég veit að því, eins og ég sagði í kynningarmyndbandinu flest störf í þessum bransa á Íslandi, þau ekki auglýst hjá Vinnumálastofnun og fyrirtæki þurfa að auglýsa starf hjá Vinnumálastofnun til að ráða fólk eins og mig. En hvernig þá, nú oft verið að segja að það sé ákveðið skilir líka að fólk tali íslensku, það sé mjög jákvætt í umsóknum vinnu, en núna, þú búin að læra íslenskuna, þannig að það ekki lengur ljón í veginum, en
þá það þannig að þú þarft sem sagt, til þess að fá vinnuna þarftu að vera komin með ríkisborgararéttin það ekki, og atvinnuleyfi. Ertu að segja það? En ekki þá, þannig að þú ert næst bara að sækja það. Já. En það ekki sagt við þig í sumum löndum að þá þurfir eiginlega til þess að sækja ríkisborgararétt og atvinnuleyfi þá þurfir að vera búin að fá loforð vinnu? Já, sko ég held að svo markmið mitt hérna að það verður bara mjög einfaldara að fá starf á Íslandi. Fyrirtæki munu sjá að ég þarf ekki atvinnuleyfi til að búa á Íslandi og þú ert að tala íslensku hæfnina mína og ég held ekki að það sé svo mikið kostur í starfsleitinni því flest störf í þessum bransa á þessu stigi eru bara ekki flest en mörg störf í þessum bransa eru á ensku aðeins því þá starfið opið öllum Evrópumönnum sem gott fyrir fyrirtæki. Það eru fleira fólk til að kjósa frá en það vont fyrir mig en hinn orsökin að það ekki sjálfsagt að fyrirtækið trúir að ég tala íslensku. Ég fengið mörg svör á ensku við tölvupósta sem ég sendi á íslensku til íslenskra fyrirtækja. Þannig að þau kannski, menn halda bara að þú hafir skellt þessu í einhverja gervigreind eða Google Translate eða svoleiðis. Já. Annars það samt svolítið algengt að Íslendingar tali ensku við þá sem eru einmitt að reyna að læra íslensku. Það hefur verið svolítið kvartað yfir því, sko. Já. Við erum ekki nógu vakandi fyrir því að tala íslensku. Já. En sko, myndir þú segja, þetta raunverulega starf, þú þarft þá kannski ekki einu sinni að tala íslensku og þú þyrftir jafnvel ekki að búa á Íslandi til þess að vinna fyrir íslenskt fyrirtæki af því að þú ert í þessum geira sko alveg á netinu eða hvað. Já, en sko það sem heyrt frá Vinnumálastofnun að ég þarf til að vinna fyrir íslensk fyrirtæki og búa á Íslandi. Ég þarf að fá atvinnuleyfi og mig langar að búa á Íslandi og ég hef reynt að fjarvinna fyrir íslensk fyrirtæki en það hefur ekki virkað. Ég hef aldrei fengið starf á Íslandi úr því. Svoleiðis að þannig að núna ertu raunverulega bara að fara þessa óvenjulegu leið að búa til YouTube-vídeó og koma í viðtal hér og eiginlega bara biðla til ríkisstjórnarinnar eða nefndar, einhverjar nefndar á Alþingi að taka þína umsókn fyrir, sko. Já. Og þannig að það sé, þú fáir allavega eitthvað svar. Þú hefur bara ekki fengið neitt svar eða hvað? Nei, ég sendi pappírsumsókn til Alþingis og það móttekin af Útlendingastofnun þann 2. apríl en ég hef ekki heyrt neitt frá þeim og ég veit ekki hversu langan tíma það myndi taka og ég bjó til myndbandið til að kynna mig fyrir fólki. En verðst ekki svolítið svona sár og fórst ekki að efast að það væri góð hugmynd að koma til Íslands þegar þér ekki einu sinni svarað og ekki einu sinni enginn sem segir hvað sé gaman að þú talir íslensku og þér svarað á íslensku og fórstu þá ekki að bara hugsa mér þér að þú hefur átt að læra eitthvað annað tungumál? Sástu eftir því að hafa lært, sérðu kannski eftir því að hafa lært íslensku og ertu jafnvel hættur við ertu farin að efast að þessi góð hugmynd að koma til Íslands fyrst að þér ekki svarað og Nei, mér finnst það
mér finnst það enn góð hugmynd. Mér langar ennþá að koma því, mér langar ennþá að koma og ég veit að það bara tekur langan tíma hjá Útlendingastofnun og hjá Alþingi til að gera þetta og ég ekki búin að gefast upp. En núna svolítið búin að vera umræða undanfarið einmitt öryggismál, sko, náttúrulega í heiminum og að Íslendingar þurfi kannski svolítið mikið að hugsa sitt öryggi í tengslum við netöryggi og gagnaöryggi og slíkt. Þannig að það veistu hvort að það vantar fólk til starfa á Íslandi á þínu sviði? Sko, ég ekki sérfræðingur í tölvuöryggi en ég veit að það eftirspurn fyrir fólk eins og mig því samtök iðnaðarins sögðu nýlega þau að tala gervigreindar kapphlaupið og framkvæmdastjóri þeirra sagði að við þurfum 9.000 tæknisérfræðinga á næstu 5 árum. Þess vegna veit ég að það eftirspurn. Þannig að þú ættir raunverulega að koma sterkur inn í þessa vinnu sem liggur fyrir hendi. En hvernig geturðu gefið áhorfendum og hlustendum upp einhvers konar nafn eða hlekk á YouTube myndbandið kannski og býður þú upp á það að fólk sendi bréf og minni á þitt mál eða einhver svoleiðis beiðni í lok myndbandsins, ég man það ekki. Það beiðni í lok myndbandsins og fyrir ef þið langar að horfa á myndbandið það heitir umsókn til Alþingis Nathan Hauká á íslensku en ég veit að á ensku heitir það Application to the Althing in Icelandic with English subtitles, Nathan Hauká. Og ég veit að flestir Íslendingar horfa á YouTube á ensku og þar biðlaru til Íslendinga að því að þú segir í myndbandinu að þú sért Íslendingur og sért í þínu hjarta sértu Íslendingur og þú biðlar til annar Íslendinga að hjálpa þér í þessu máli. Og hvað það helst ef við getum kannski, ef einhver hefur ekki tök á að sjá vídeóið, en hvað það helst sem að fólk getur gert ef það vill hjálpa þér? Það helst að ef þú með starfstilboð það myndi vera frábært og hinn hluti af málinu að enginn á Íslandi þekkir mig og þess vegna mjög erfitt. En ef þú ekki með starfstilboð þú getur bara send tölvupóst eða eitthvað til Alþingis sem segir ég styð þetta mál. Ok, en svo við kynnumst hér aðeins hérna bara á nokkrum sekundum. Þú býrð út í Kaliforníu, eða þú ert út í Kaliforníu núna? Já. Og hvernig eiginlega fréttir þú af Íslandi eða hvernig kom Ísland inn á þitt landakort? Ég var bara að rannsaka hvort ég vildi búa á öðru landi og þegar ég gerði rannsókn á öllum löndum í heiminum og Ísland var sigurvegari þar af því að það var flest vegna þéttleikans og hitastigsins og líka Ísland mjög langt frá miðbaugnum og
ég vil ekki vera sólbrenndur og já, það var ekkert sérstakt þegar ég heyrði Ísland og ákvað ég langar að flytja þarna. Það var bara eftir að ég skoðaði öll lönd. Og svo ástandið í þínu heimalandi hefur breyst svolítið núna. Já. Og ólga, svona pólitísk ólga. Já. Svoleiðis að þú kannski vilt líka bara tilbúin til að yfirgefa Ameríku út af því. Já, tilbúin. Ég vona bara en núverandi ástandið það tilviljun. Jafnvel ef kosningarnar höfðu farið öðruvísi, ég myndi vilja ennþá flytja til Íslands. Þú nú svona, ég ætla að ekki að fara út í gena, en þú getur kannski verið getur nú verið Íslendingur líka sko í genunum. Ég veit það ekki eiginlega. Sko maður, ættin mín hefur búið í Bandaríkjunum í að minnsta kosti 4 kynslóðir og ég myndi þurfa að fara langt aftur á bak til að sjá það. Ég veit það ekki. En ég segi nú bara, ég vona að þinni umsókn verið svarað og á jákvæðan hátt og að þú komir hérna til okkar, hinna Íslendingana. Það var mjög gaman að tala við þig á svona fallegri íslensku og undravert að þú hafir lært þetta bara, sem sagt, alveg sjálfur, ekki í samræðu kannski. En ef ekki að segja þetta gott hérna í þessu spjalli, Nathan HK, forritari og gagna sérfræðingur, kæra þakkir fyrir spjallið. Já, spjallið búið núna? Já, takk fyrir spjallið. Já. Og blessaður. Já, bless. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.